Skipta skoðanir mínir einhvern mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Leggur þitt að mörgum til að gera beðið betri stað. Ég eitthvað sem Brynja Dan Gunnarsdóttir, frambjóðandi Framsóknar, stofnandi Extra loppunar. Yes. Situr í stjórn íslenska ættleiðingar og barnaheilla Já. og með BSc í rekstrarverkfræði. Já. Var þetta rétt um mér? Já. Ekki? Jú. Velkomin 27. Takk fyrir. Svo kannski bæta við áhrifavaldur. Áhrifavaldur, já. Já. Þú ert áhrifavaldur. Ég ætla að vona það. Ég hafa áhrif á einhverja. En það er kannski ástæðan, kannski kemur í fyrstu spurningunni, botnaði þetta stjórnmál eru? Eitthvað sem við ættum öll að spá í. Ok. Eitthvað sem varðar okkur öll, sko. Tengist það eitthvað áhrifavaldinum? Já. Og það hefur svolítið svona verið kannski gegnum gangandi fólk talar svolítið niður til þessa starfsheitis orðið að vera áhrifavaldur og mér finnst það leiðilegt og ég vil meina að við séum það öll á einhvern hátt og þetta er kannski bara stjórnmálin eru annað plattform til þess að hafa áhrif þannig að ég held að við séum svona öll in the end alltaf að reyna áhrif sko. Já, þetta er mér finnst áhverð hvað að segja með áhrifavaldina því að ég hef stundu verið kallaðar áhrifavaldur Já. Og örugglega margir sem Ég titlaði sem áhrifavald. Já. En ég allan alltaf litið á miðilinn í að gera eins vel og ég geti að hafa góð áhrif á hana fólk. Já, sammála þar. Þar erum við erum á sömu braut þar sko. Hann er auðvitað heimar gaman inn á honum líka og allt það en in the end þá er þetta mitt plattform til þess að reyna að hafa áhrif til góðs í samfélaginu okkar. Þannig að já. Og hvað gerður það markvisst eða var þetta bara eitthvað sem vatt upp á sig? Ég hef alltaf verið og ég hef sagt það held ég bara í öllum viðtölum sem ég fari ég hef alltaf verið típan sem finnst bara ótrúlega gaman og notalegt að rugga bátum sko. Og þessi, miðill byrjaði svolítið þannig, þú veist, það var einhvern veginn, hann var alltaf nýttur í það að vera svona aðeins að pota hér og þar sko, þannig að í grunninn var það svona pælingin sko. Og nú ertu komin ennþá stærri vettvang í að rugga bátum. Já, heldur betur. Og það er bara svona my jam. Mér finnst mjög gaman að rugga bátum. Og hvað tróði í stjórnmálinn? Ég er alveg upp í mjög pólitískri fjölskyldu, þannig að ég hef einhvern veginn alltaf svona spáð í þessu, en vissulega núna fyrir síðustu alþingiskosningar þá heyrði ásmundurinnar þá félagsmálaráðherra og barnamálaráðherra í mér og börn eru bara eitthvað sem ég brenn fyrir og það heillaði mjög mikið og mér langaði alltaf að fara einhvern veginn nýta mínu rætti að vinna fyrir börn og þegar barnamálaráðherra hefur samband þá er erfitt að segja nei og bara hans störf í þágu barna eru bara dásamleg og bara bylting í umhverfinu okkar þannig að ég vildi vera partur af því. Algjörlega. Hver er verið stærsta áskorun? Í stjórnmálunum? Já. Að lesa ekki kommentakerfin. Þú lest að vilja þetta ekki? Já, það er ángríns eitthvað sem maður á bara að temja sér, að lesa ekki kommentakerfin. Það er, og fólk einhvern veginn, það er ekki kannski, ekki djúpar samræði sem er þessi stað þar, en fólki og svona uppbyggja því að maður sé einmitt áhrifavaldur og eitthvað og haldi að maður hafi ekkert til brunns að bera, en ég vil nú meina að það sé ekki þannig. Fólk hefur sett bara áhrifavaldur og sett bara saman sem hún hefur ekki neitt engin reynsla, engin þekking ekki neitt, en eins og kannski fórum yfir í naðan, þá er nú ágætis reynsla komin í bankan sko. Já, algjörlega þannig að, þetta er náttúrulega þú ferð í stjórnmál, það ertu náttúrulega að þú munt fá bara kommenta þig sko. Já, það er bara þannig, þú bara ert með bara opið target sko. En svo er bara allir nýjir einhvern tímann í einhverju og einhvern veginn verður maður að læra og mér finnst ekki endilega að fólk þurfa endilega að vera alltaf hókjaðar einslu í öllu sem það gerir í lífinu. Maður þarf að vera nýr og vera ferskur og koma með nýja sín. Nýjar hugmyndir og svona. Já. Þannig að þú, er engin svona vinkona eða vinur sem svona screenshotar kommentin og sendir á því svona alltaf einhver þannig? Jú, það er vissilega fólk í þessu og þetta fer meira inn á það fólk heldur en mig en ég er svona að reyna að forðast þetta. Ég sko því ég fatta það ekki alveg. Hvað er bakvið? Kommenti? Já, ég skil það ekki. Nei, bakvið það að screenshot og að senda mér kommenti. Nei, þú veist, af því ég viljandi að lesa þetta ekki, sko. Já, en jú, þessi allra bestu eru oft pikkuð út og send. Já. En hvað er komið mest á óvart? Við pólitíkina? Já. Bara svona hvað fólk er reitt
einhvern veginn, og bara svona tilbúið að henda illa ígrunduðum pælingum fram og taka þig og hvað fólk leifir sér bara að segja, að því ég alltaf til í málefnilegar umræðir og ég alltaf til í rökrar og þá má alltaf heyri mér, þá má alltaf senda mér en svona þú verður svo mikil eign og hvað fólk einhvern veginn hamast á þér og sendir manni bara dag og nótt og þú veist, ég var bara tökkuð í einhverju morði, skilur þú veist, ég bara og það fer alveg inn á mann að vera takkaður því að ég beri bara ábyrgð á morði, skilur og einhverju þjóðamorði eitthvað staðar og maður bara takkaður í alls konar svona póstum og auðvitað bara er það mjög erfitt og snertir mann og ég er mjög blóðheit manneskja þú veist, ef ég vissi ekki betur þá væri ég með eitthvað ítalst í mér en hérna, mér finnst það rosa erfitt og það sé að vera, þú veist, bendla mann og taka mann í svona hlutum eins og það sé, þú veist, mér persónulega að kenna Þannig að það er mikil reiði Já og líka, já, svona hvað getur maður sagt fjandsemi eða heifti eða eitthvað svoleiðis Já, svona einmitt, þú veist, það er ekki þetta díalóg sem á sér stað Nei af því að eins og ég er alltaf til í það en ég, þú veist, nenni takmarka að svara svona, sko og sem kannski, sko af því að ég er alveg sammálaður út frá bara ef við tökum bara einslýsjónum eða hópasjónum eða hvernig sem það lítur út að hérna að vera tilbúin í að hlusta á hvort annað þá, þú veist, að því ef maður er bara með sitt heldur bara sínu fram og ekki tilbúin til að líta nátt annað í myndina og sín hugmyndafræði er sín allra besta mér finnst það bara svona ekki hrókafullt því að svo margar leiðir til að sjá heiminn Algjörlega og það sem ég hugsa, skilur, þú getur hlusta á aðra og þú getur alveg borið virðingu fyrir þeirra skoðun Já, getur borið virðingu þú ert ekki að breyta þinni skoðun eða svoleiðis Algjörlega og það er bara, það fallega við heiminn skilur, að við sjáum hlutin öðruvísi og fólk er með mismunandi upplifanir og skoðanir og allt það en það svona 100% snýst það kannski hvernig þú kemur í frá þér 100% Já. Og það er ekki með reiði að hefta það er ekki með því að fara í persónuna Nei, förum í málefnin, skilur og ræðum þau en einmitt, ekki í persónuna Erum við nú góðið því á Íslandi? Nei, alls ekki Finnst þér það? Nei, mér finnst það ekki Við erum rosa oft svona, já, fljóta á okkur við ítum að endur aður en við erum kannski búin að hugsa aðeins lengra og melta Mér finnst líka svo oft talað frelsi og allt svona en þú veist, það er ekkert verið að tala sko tjáningafrelsi er bara eitt form frelsi sko og skoðanafrelsi Algjörlega En einhvern veginn Svo lengi sem það er ekki hatursorðræði eða, þú veist, já, særandi En síðan, ef þú ert ekki með réttu skoðununa þá vandast málið þá vandast nefnilega málið og það er svolítið erfitt á Íslanda því við erum svo lítið land og við erum, þú veist, þetta er bara frendiðin eða frænkaðin sem var að kommenta og það er búið að taka screenshot að því og byrsta það á öllum miðlum og þú veist, þú hefur ekki enn saman slaka kannski á annars staðar í heiminum, sko það er svolítið svona aflífaður Algjörlega, ég held að þessi, sko, þetta koma oft í podcastinu, þessi ágreiningur og sundrungur milli hópa og mismunandi skoðan og þetta er bara eitt stærsta vandamál, stærsta áskorun sem heimurinn stendur fram fyrir, held ég. Algjörlega. Hvað einkennir, ertu maður að hugsa ykkur, hvað einkennir góðan stjórnmálamann? Hvað einkennir? Mér finnst, já, fólk sem er tilbúið að hlusta skoðanir annara og byrja virðingu fyrir þeim, mér finnst það klárlega. Þarf náttúrulega að vera líka bara svolítið svona manneskja fólksins, skilum að þannig að bara hún á að kynna sér hlutina svo þarf svolítið að vera inn í öllu alltaf og ég er, þú veist, maður er að læra það. En bara svona, já, eins og núna, ég er í bæjarpólitíkinni núna að berjast þar og bara svona, þú veist, samvinna og bara svona skynsamlega lausnir. Það maður sé einhvern veginn, ég er með verkfræði í grunninn og svona, finnst það ótrúlega gaman að besta hluti og þá þurfum við að fá allar skoðanir og all sjónarmið að borðinu þannig við getum fundið bestu mögulega lausna á vandamálinu. Af því annars kemur hún ekki. Það mæntalega ekki ef við ætlum bara að hlusta á eina skoðun, sko. Þess vegna verður að hugur að segja okkur skoðun og nógu auðmjúkt til að hlusta. Akkurat. Já, ég held að það sé bara svona lykillinn. Algjörlega. Hvaða bók er oft mest áhrif á því og hvað lærir af henni? Ok, ég les rosa lítið af bók. Ok. Nei, ég er búin að hlusta, ég er í bókaklúb og ég ætla að segja að það sé örugglega bara Dare to Lead með Brené Brown. Hún er rosaleg. Hún er, nefnst, hvað er hún? Hún er náttúrulega bara einhver himnasending. Hún er, já, það er, þú
þú veist, bara hafa þetta hugur ekki, bara vera stríðsmaðurinn og ég stundum kalli stríðsmaðurinn í vissum vinahóp þú veist alltaf til í að taka slaginn en það er oft mjög erfitt og mjög krefjandi og þreytandi að vera svo típa sko en gefandi á samtíma algjörlega og þessi bók svona hvatti mig svolítið í það að þú veist, hún er mjög hvetjandi þar og maður sé bara, þú veist, tilbúin að taka slaginn og Brynja alltaf bara geggjuð. Já, ég held að þetta sé bara eina af þessu bóku sem haft virkilega mikil áhrif á mann sko, það er besta leiðtogabók sem ég hef lesið sko. Algjörlega, og bara þessi auðmýkt og bara, þú veist, nú er náttúrulega bara í rekstri og maður einhvern veginn, þú veist, er bara einhvern veginn að læra að feta sig áfram og bara einhvern veginn vera yfirmaðurinn, vera samt starfsmaður og vera, þú veist, hafa einhvern veginn hafa þetta allt undir kontról en já, þessi bók er klárlega mjög gott veganst út í lífið Það var líka hvernig var kvóti og því að þetta var Roosevelt var það ekki hérna sko var að tala að The Man in the Arena já, það er ógeðslega gott það er bara, þú veist, mér langar bara að tattu það á mig já. Það er bara eitthvað svona þeir sem eru fyrir utan eigi efna á gagnina hann sem er í sko, hérna, í hringnum að verja blóð, svita og tár inn í hringnum og ég er bara sammála því það er sannur sigurveri sem lætur að þrátt fyrir að gera mistök þrátt fyrir að hann mistækist eða eitthvað hann fóðsamt inn og var hugrakkur nefnilega sko, og er að berjast fyrir því sem hann trúir á síðan er auðvelt að vera hann fyrir utan og bara, heyrðu, þú ert aðstæðanlegur eða hvað er þú að gera og ég mitt opnaði hérna búð fyrir flóttamennina frá Úkraínu núna fyrir 2 mánuðum síðan og opnaði ég svona verslunina gæsalappa sem að hérna leyfir þeim að koma og upplifa þess að þau sé að versla sér ný föt en það er allt bara frítt þar inni og fekk strax ótrúlega mikla gagnisrættir bara akkur er þetta bara fyrir þau og ég bara svona þú veist, þér er velkomið að opna búð fyrir hvað flóttafólk sem er ég er að gera þetta getum við ekki bara séð það góða í því, skilur þú veist, ég get ekki hjálpa allum en ég er þó að gera þetta akkur þarftu að brjóta mig niður fyrir það, eða skilur Mér finnst það mjög áhugaður punktur hjá þér af því að þú veist það er alltaf hægt að finna eitthvað betra sem það getur gert en þú veist, þetta er mjög gott já, en þú veist, ég get ekki hjálpa allum nei. Ég valdi mér þetta næsta mannskja velkomið og fara að hjálpa næsta hóp, skilur en ég er þó að þessu ég sendi bara, ég mæti glöð þegar þú opnar þína búð þannig, og ég fekk ekkert svar tilbaka thumbs up kannski þetta er svona, ok point taken en ég er alveg sammálaður af því að þetta er svo algengt að þegar fólk gerir eitthvað gott eða sem gerir einhver í góðu gera starfsemi eða eitthvað þá okkur gerir ekki þetta já, við erum alltaf þar alltaf þar ég það að segja frá vá, geggjað já, bara frábært ég er heima bara snakk, en geggjað það skilur ég bara svona, ég á ekki heldur endaleysan tíma sko. Það er auðvelt að vera bara heima og það er auðvelt að vera heima og dæma já, vera bara með dómaraskikkjuna setja eitthvað á Twitter eða Facebook og síðan loka sér bara út það er bara mjög næs það er svolítið þannig já, ég tek undir þessa bók því að hún kendi mann eins og séu hugrekki að berskjöldum og líka bara svona já, ég fór sko markvist til sálfræðings fyrir 7-8 árum og með það markmið að læra að vera svona berskjölduð, svona vulnerable og hérna að því ég var að fara út í aðstæður sem ég erlendis í aðstæður sem ég bara vissi ekkit hvað ég get gert og þessi bók svolítið svona já, svona, hvað segir maður endurmenntun á því að þú er að vera varnarlaus já. Þú veist, þú er bara fyrir aðstæðunar, þú veist ekki útkomuna og þú veist, bara fuck it, go for it bara negla sér á þetta, það er hugrekki að vera varnarlaus já, það er nefnilega hugrekki að vera varnarlaus af því að við erum bara prógrameru þannig að við viljum vita útkomuna, við tökum ekki sénsinn af því að þú veist, nema við mögulega vitum allavega svona sirka hvað er að fara að koma út þannig að það er eitthvað sem maður þarf að þjálfa sig í og maður er alltaf að þjálfa sig í og þegar þú berskildi að verður viljandi varnarlaus þá finnur þú styrkin sem yfirstíga 100% og þetta er sem ég upplýði í pólitíkinni eins og þegar ég fer bara í fyrstu pallborðsumræðinu mínar og maður er bara fyrir framan fullt af fólki að fara rökur eitthvað mál sem þú veist kannski ekki 100% allt og maður er mjög vulnerable, maður er mjög bara svona varnarlaus en svo víman sem kemur eftir það þeir búin að sigra hausina þér það er svona, that's it þú veist, það er draggið, þú veist, þá er ég bara svona high on life í klukkutíma ég bara ekki trúa því sko já. og að því þú veist svo mikið að sigra sjálfum að þig já. og hausina þér
og kvóti í bókinu minni með það sem nefnir the cave you fear to enter holds the treasure you seek. Þú veist, það bara þannig. Þannig að þú veist, til þess að þú fái velinu sem þú vilt, þá verður að fara á sína hugrekki og berskjalda þig og ekki vita allt. Já. Þar velunin og velunin ekki bara fyrir þig, velunin fyrir allt samfélagið. Já, sko. Vonandi, skilur það allavega, þú veist, meiningin. Það það sem maður vonar. Og alltaf svona, ég elska kvóti líka bara, þú veist, what if I fail, but what if you fly, skilur, þú veist, þú bara veist aldrei nema þú takist ekki, sko. Nei, nákvæmlega. Og ég held að, þú veist, það þessi ótti sem held ég komið veg fyrir rosa að margir, trúi ég allavega, lifi lífinu sem maður vill lifa, að gera sem maður vill gera. Það einhver ótti sem þarf ekki að vera mikill, sem ekki raunverulegur oft. Ég held að segja þetta því þú veist ekki útkomuna. Já, af því við verum víruð til að þurfa að vita hana. Það bara þannig. Og vanalega, sko, til þess að þá réttlætu við að þetta sé útkoman sem mun fara að ranga við til þess að við gerum það ekki. Gerum ekki, já. Og það bara einmitt aftur, hausin á okkur að halda aftur á okkur. Og hann túlkar alltaf neikvægt. En það bara þannig, því miður. En vonandi nú svona leikskólar í dag og svona grunnmentunin sem við fáum, einhvern veginn að reyna að svona snúa þessu þangagangi við. Þú veist, börn eru farin að læra bara að standa fyrir svona aðra og tala og bara alls svona eitthvað sem að ég allavega ólst ekki upp við. Það er ekki mikið yngri en ég að það. Jú, ég aðeins yngri. Hvað er þú komin? Það er 86. 86, ég er 29 ára. Þannig að þú átt nokkur ára. Já, nokkur ára, já. Bara svo leis. Hvaða miskilur fólk við þig? Hvað var fólk til með að halda þig sem er ekki rétt? Ég er með svo mikið resting bitch face. Ég fæ svo ofta að heyra eitthvað svona, ég heiti bara, frá vinkonu mín, ég heiti Brynja Gjara, hún var bara alveg næs og ég held bara, ég er alveg næs. Ég er bara með rosalega mikið resting bitch face og ég er í grunninn, ótrúlega sagt, mjög feimin. Ég er mjög svona prívat og mjög feimin og það er kannski fer ekkert endilega saman þegar maður er bara með opin miðil fyrir fullt af fólki og eitthvað en þú veist, ég er mjög svona selektív á hvað ég sýni og ég er mjög feimin, skilur, þú veist, mér finnst ekki þægilegt bara að koma einhver heim til mér að þrífa því ég er bara það private, skilur þú veist, ég er bara svona, já Þannig að feimni plus resting bitch face, já, það skilur svo oft í að maður sé bara bitch, skilur og þá heldur fólk bara, ég sé bara, já bara mjög leiðileg típa sem samt, þú veist, hjálpa þér því að, sko, þetta er ekki bara slæmt af því að, þú veist, síðan kynnist fólk þér og fólk er þá ertu búin að setja okkur væntingar. Það er vonandi svona pleasant surprise, skilur, já, en ég má bara eftir frá því grunnskóla bara, Brynja allt svo ógeðslega, þú veist, góð með sig eða eitthvað, að þetta tólkast oft þannig, skilur, þú veist, þetta andar oft þannig. En það er alls ekki málið, sko. Ég er bara rosalega mikil guffi og bara hef rosalega mikil húmor fyrir sjálfur mér, en ég er með þetta, þetta smetti sem að bara lítur svona út, þannig að hérna og aftur gefa okkur það að það sé eitthvað neikvætt, skilur við? Já, að þú veist, ég fengi að heyra bara eitthvað svona, hún er alltaf svona rosa alvarleg á svipinn, en það er ekki málið, sko. Ég líka oft fengi hvernig get ég orðað þetta að ég sé hérna kannski leiðilegri en ég er. Ég held að þú er mjög leiðileg, sko. To be honest. Er það bara út frá? Ég var fyrir svona, alltaf í ræktinni og vegan og bara má aldrei fá sér í svona vega. Maður með svona fyrir gefnar hugmyndir, svo sé ég bara tattúin og það er alls konar skemmtilegt, skilur. Já, ég er bara hérna, ég fæ svo oft, sko, eftir að fólk kynnist mér, þá bara, ok, ég held þú værir... Þú væri mökklega. Það er gaman að... Það er gaman, skilur, að mann er allavega, þú veist, leiðir þetta þannig miskilning. Já, þá var þannig að held ég að, sko, væntingarnar að maður sé bara... Það er bara þannig. Ég er alveg svona flipkiss, ég er alltaf til í allt. Já, þú veist, allt með tegistök. Allt með tegistök? Já. Þú ferð ekki tegistök? Nei. Svo hættu að fakta að slinga baki, ég komin aldur. Er það hálsland? Já. Að fá slinga baki í tegistök? Já, hálsinn, já. Þú veist, ef ég fallífast eitthvað krasa, þá er það eitthvað sem er bara búið. En þú veist, en já, ég til í allt annað, sko. Elska adrenalín og allt sem fer hratt og rússipanna og allt þannig, þannig að Ok, en þú ferð ekki tegistök? Ekki tegistök, það er bara eina. Já, það er bara, tökum því bara. Mér langaði til að stoppa þáttina aðeins og þakka styrktaraðilum podcastins, en Lavazza og Sumac eru trausti styrktaraðilar ásamt þeim sem ég nefndi í byrjun, ásamt Sportförum og Your Super. Og Lavazza er alvöru ítalsk kaffi, hilki sem er umhverfisvæn, kolefnisjöfnuð og passa í allan espresso-vélar og ég er búin að vera að dæla þess í mig enda mikill kaffikall og ég mæli eindreið með kaffinu frá Lavazza enda eru að tala framúrskarandi ítölsk bragðgæði þar.
Sumac náttúrulega bara langbesti veitingastæður á Íslandi. Ég búinn að vinna mikið með grillu lambaríunar undanfarið og ásamt því smakka sko grilluð kjúklingalæri. Fer náttúrulega alltaf í grilla ostursveppi og grillar halloumi líka. Það er mjög gott. Ég mæli með hummusinu og flatbrauð og ef þú ert í ekstra góðum gír þá ferðu náttúrulega bara í 7-rétta matseðilinn sem er mese og tekur jáfnvel vínpöru með. Og ef þú vilt bara fagna einhverju, eiga góða stund með vinum eða fjölskyldumeðlimum eða eiga bara í góðri upplifun í góðum anda sem jákvætt starfsfólk ríkir og góðum matur þá tikkar Sumac í öll þessi box. Og ef þú ert ekki búin að prófa að fara Sumac, þá ættir að gera það. Og ég get sagt það að þú verður ekki svikinn. Af því að þetta er sá allra besti staður sem þú getur farið á ef þú vilt fagna einhverju eða gera vel við þig og þína. Takk kærlega fyrir að hlusta. Og ef þið eru í stuði þá með ég fara á YouTube og subscribe á podcast-appinu og gefa mér einhvern og followa mig á Spotify. Annars bara þakka ég ykkur kærlega fyrir að hlusta af því að án ykkar þá væri engin þáttur, þannig að ég verð alltaf fyrir miklum bara jákvæðan tilfinningum þegar ég hugsa út í það að þið séu að taka tíma frá ykkar degi í að hlusta og horfa á mig og ég er virkilega ánægður með það og það er heiður fyrir mig og takk einlega fyrir að gefa ykkur tíma í að hlusta það sem gestirnir og ég höfum að segja. Takk hérlega. Hvað helst stöðun sinna að vera satt sem vart öðru máli í dag? Er eitthvað sem þú hefur þurft að aflæra? Eitthvað sem ég þurfti að aflæra? Já, og svona alltaf bara alltaf basic skilur að, þú veist, tyggja þessi endalaust í maganum og eitthvað svoleiðis. Hvað er þetta 7 ára? Já. Það heitir bara með það satt það. Ég held ekki, sko, nefnilega. Ég þurfti alveg að aflæra það. Og þú fáið gatnaflæki og snúðið ringi og svona, eitthvað sem við erum öll alveg uppi. Þú fáið kassaugum. Við hárum sem nei, ég svona... Eitthvað sem ég þurfti að aflæra. Já, þú veist, maður trúir einhvern veginn alltaf að besta í fólki. Og ég er alveg þar. En ég, þú veist, nú er ég bara í verslun og verslunareigandi og rakstri og ég er bara svona, þú veist, maður sér fólk gera alls konar hluti. Og maður er svona hættur að kannski vera svona ofbáslega barnslegur í hugsun. Skilur, þú veist, það er stólið og það er alls konar. Og ég er alveg típan í dag sem að til dæmis bara líka hringi og hekja á barnaverndarnefnd. Þú veist, þegar maður heldur alltaf að allir vilja vera bestu foreldrar í heimi. Já. En svo er það bara ekki þannig. Þannig að það er svona kannski það sem ég þurfti að aflæra. Og bara einhvern veginn, þú veist, eins og ég rætti með það fyrir þáttinn, ég er alltaf í liði barnanna. Þannig að stundum er ekki nóg að trúa það besta í fólki. Hvernig, já, ok, ég samanlegaðir, þú veist, já, því hvernig, þú trúir að það besta fólki, en samt veistu að fólk getur verið slæmt. Já. Hvernig, þú veist, og hvort gengur það út frá þeirri fórstundu að, þú veist, þú trúir og treystir fólki? Já, ég hef tafið með það til dæmis í svona málum, en ég hringi frekar á barnaverndarnefnd. Já. Heldur en að, eftir barni fær alltaf nýtt af afans. Já, algjörlega. Og það er erfitt að taka það símtal, skilurðu? Já. En þá kannski komum við aftur bara að ég að rukka bátum til þess að við getum fengið betra samfélag. Og já. Það er ákveðin hræðsla við að til dæmis þetta símtal. Fólk er ekki tilbúið að tilkynna inn til barnaverndarnefndar. Nei. Og heldur svolítið að barnaverndarnefnd sé eitthvað gríla sem það sannarlega er ekki. Það er tæki og tól til þess að styðja okkur í samfélaginu. Og við fórum bara í átak, eða skilur Ísland fór bara í átak í COVID, þar sem að heimilisofbeldi jókst mikið. Og þú veist, og við erum held ég bara eina landi í heiminu svona að fjölga tilkynningum inn til lögreglu og barnaverndar. Af því það voru alltaf bara allir heim með börnin sín, þannig að maður svo sem veit ekkert hvað gekk á og leikskólar gátt ekki tilkynnt jafn mikið og þess að þar. En það var markvisst átak sem gekk vel og ég heldur sem svolítið öll að læra að stíga út af þessum þægindaramma. Algjörlega. Kannski bara umleitt kvótin betur be safe than sorry. Það er þannig, já, algjörlega. Það er svona þangagangurinn sem maður þarf að temja sér. Já. En mér finnst áhuga mér að því að þetta er svona grunn heimsmynd bara, annarkvort trúur að góðu fólki eða slæmu fólki. Já. Að því ég var eins og svo næf að ég var alltaf bara trúða á góða og treystöldum og okkur svona, skilur.
en síðan svona tekur maður eftir að heimurinn og fólk ekki alveg svoleiðis og ég veit að það er til slæmt fólk. Já, það er bara alveg fólk sem gerir slæma hluti. Fólk sem, þetta er vel orðaður, takk fyrir það. Já, fólk sem gerir slæma hluti. Ég held þessi óbúslega fáir sem fæðast bara með vont hjarta. Ég veit það. En ég held svo bara, þú veist, hvernig við eljumst upp og svo næring og ást og umhyggja sem við fáum skiptir bara sköpum þar hvað ákvarðanir síðan við tökum. Algjörlega, ég held að ég sammála að því að þú veist, það er einhver hugmynd sem er að þú veist, maður ræður ekki hvar maður fættist. Nei. Hvernig foreldrar manns eru. Foreldrar manns eru eða hvernig genir manns eru. Nei, eða, þú veist, bara ótrúlega mikið, þú veist, samspil margra hluta. Já, og þá, einhvern veginn þegar ég hugsa það, þá er ég bara svona, þá er ég pínu bara, þetta er ekki, þá er ég meira eins og þú segir, fólk gerir slæma hluti, fólk er ekki slæm. Nei. En ég bara veltaði fyrir mér að því að, en ég vil heldur ekki vera bara út á götu og bara svona alltaf passa bara hver er að fara að gera eitthvað slæmt eða þú veist, nei, alls ekki. Ég einhvern veginn, og mér veist að staðin fyrir þessi barnaleg hugsun að treyst að horfa á það góða og svona, þú veist, þá finnst mér að hugur ekki að því ég veit að fólk getur kannski sveikið mig og fólk er slæmt og eitthvað svona, en þá er ég kannski stakki búin til að takast á við að það gerist. Ég var bara svona að grípa sjálfa mig að ég alltaf að vera þetta í sömu grípa, eða bara eitthvað svona, já, ok, ég er búin að lenda í þessu áður, hætti núna að treysta bara á að fólk sé svona, já. Og hérna, en nei, en þú veist, upp til hópa er alltaf fólk bara mjög gott og með, þú veist, einlægt og fallegt, sko. En síðan hinálgurinn sem ég heyrði hérna að tala einhvern veginn Tryggva Hjalta, hann var áhugaverður, hann gengur út frá hinni fórsetu. Já, ok, allt fólk er slæmt. Ok, það er þannig. Já, það bara að mannfólk gerir slæma hluti. Já, ég held að við gerum það alveg öll, sko. Já. Svona á og til. Algjörlega. Já, en í grunninn vil ég nú meina að fólk sé gott, sko. Já. Hann vildi meina, hann gerði það til þess að því að þegar sem tölum væntingar, þegar fólk var síðan bara gott, að þá var hann svakalega álmaður. Já, það er svona, já, það er fínasta væntingastjórnin. Já. Kannski ætti að vera að vinna með það. Já. Svo líka bara, að ég veitur svona heilsugaur, sko, og svona að svo léttara nótum. Ég hef þurft að aflæra það, Beggi, að þú þarft ekki að borða morgumat. Já, algjörlega. Án gríns. Það er bara heilin og mér búin að segja mér, ég sé bara þú veist, bara alltaf slá á handabækja mér því ég borða ekki morgumat, mér langar ekki morgumat má ég bara sleppa ég bara morgumat látið mig í friði, sko já, ángríns, og eitthvað svona þarfst ekki að rækta típan á mótnana bara má ég fyrir ræktan kvöldin já, ég rætti þetta alveg sálfræðingi minn ég er bara ekki A-típa það er bara, nei, þú mátt bara vera B-típa það er ekki bara leið ég veist, samfélagi segir okkur ekki, sko nei, það er alltaf bara fundur klukkan 8:00 þá er bara nótt hjá mér, skilurðu já. En ég er svona aðeins þess að já, læra hana þetta, ég er bara B-típa og ég funkar bara ótrúlega vel sent á kvöldin þá er ég frjó algjörlega þá næ ég að skapa og vinna í staðin fyrir að berjast á móti að vera einhver A-típa sem kannski samfélagi virðist veluna meira að þessu betra, skilur þú veist, það er bara svolítið sniðið af þeim já. Ég er sammálaður og með morgunmötin ég er bara hjartalega sammála já, það? Ég held að þú væri bara í 10 á einhverju hörfræ hampolíu ég borða bara 2 dag já, ok þannig að ég er ekkert í einhver svona já, þú er greinilega búin að svona, já. Ég er búin að kategóra þessi típa. Já, ég held að þú veist það setja fullt í nefnir sem þú veist ekki. Já, Hvaða ráður þú fengið var þetta þína sérfræðikunnáttu, þú mátt velja hvað er, sem er það magna að þú vilt deila það með okkur, eða það ömurlegt að þú þurfa að vara okkur við því? Var þetta mína sérfræðikunnáttu? Já. Hver er mín sérfræðikunnáttu? Já, það er nú góð spurning. Þú mátt taka eitthvað í tengslu við bara, segjum bara reksturinn, eða þú veist, það verið, eða... Sko, þetta er svolítið svona practice what you preach. Ég er svolítið á þeim vagni og búin að vera síðustu ár að segja já við öllu sem mögulega hræðir mig en stækkar mig. Og ég hef svolítið verið á þeirri vegferð og alveg saman hvort það er bara þú veist, ef að fara í surfferð til Marokko þú veist, ég er bara mætt eða einmitt vilt koma í frambúð eða vilt stofna fyrirtæki eða vilt stofna Úkraínubúð eða whatever. Ég reyni að segja já við öllu sem ég held að stækki mig og alveg saman hversu skeri mér finnst það. Það er svona eiginlega mottóið mitt í lífinu. En ef það kemur eitthvað á far bara óttaði maður og þá er það eitthvað sem þú vilt gera út af því að það þroska þig. Já. Það er svolítið þannig, sko. Það hefur kannski verið tengist líka bara brennum rán sem við ræðum á hann og stökkva á tækifærin. Já. En hefur aldrei sagt þá já og já með ómörgu?
Jú. Já. Og það bara, ég alltaf bara með 1000 bolta á lofti en ég funkar vel í törnum. Já. Þannig ég svona, þú veist, stundum það svolítið á margar en mér líður vel þegar ég hef mikið að gera. Og mér finnst gaman að vera út allt og gera mikið og já. Það nefnilega fín lína því að, sko, því meira sem þú eru að gera, því bara skilvirkari verður oft. Í staðan fyrir því minna sem þú eru að gefa. Það er nefnilega svona þannig og fólk á svona erfitt með að skilja það, eða skilur þau. Það er óslega skrítið að segja það mitt, því að ég funkar ekkert rosalega vel að hafa 3 vikur fyrir eitthvað skilaverkefni. Ég þarf bara að vera að vinna í því 12 tími fyrir deadline og þá er ég bara at my best, skilur. Allt með pressuna og þá ferðu bara í svona. Já, það er ég bara í svona einhverju workmode. En þú vinnur í törnum. Já, ég vinn rosa mikið í törnum. Ertu að fókusera á eitt í einu svona smá eða meira svona brútum allt? Já, þess að núna eru bara kosningar og ég er bara all in, bara til 2 á nóttinni, mættklæður 8 á mótnana, eitthvað, þú veist, og bara funkar. Svo kemur bara 3 vikur sem ég fer bara í ykkur slökun, skilur. Svo bara kemur næsta. Svo er ég með, þú veist, 11 einu svona ári. Það er bara massa törn í mánuð. Svo er það bara búið. Þannig að ég svona, já. Og þú recoverar á milli hana. Og hvað gerir þú þetta recover að þú veist? Þá er ég bara að mæta á lappagólfið mitt og vinna bara eitthvað svona venjuleg dagur. Sækja skutla og fótboltaæfingar og eitthvað. Já, sem krefst ekki allt og mikið sá. Nei, ekkert svona, þú veist, ekkert sem að hausin á mér er að brenna yfir sko. Nei. Þannig að, já. En testaðu þið einhvern tímann? Þú veist, testaðu hvað að höndla mikið, skilurðu? Nei, ég er ekki enda komin að þolmörkum, sko. En þú veist, maður fær oft svona korter í, sko. Já. Ekkert endilega holdt, en nei, mér finnst lífið bara svo ógeðslega skemmtilegt. Og ég bara svona, og fólk er alltaf lífið svo stutt og eitthvað og ég er svolítið þar að líta á lífið sér ógeðslega langt og mér langar bara að gera ógeðslega mikið og mér langar að prófa alls konar og setjast aftur á skólabekk og hætta við og byrja okkur öðru og ég veit ekkert hvað ætla að vera því stór og bara allt það, skilur. Forvitin og margt sem grípuði sem langar að gera. Já, algjörlega. Og ég eitthvað svona, það hræði mig bara rosalega mikið að gera eitthvað eitt allæfi. Það er svona, það er minn ótti. Að festast eitthvað þar. Það sem ég langar að vera að skapa og gera og finna upp nýtt og þú veist. Algjörlega, sem kannski vinnumarkaði framtíðina krefst. Já, því hitti svolítið svona gamla kynslaðin, sko. Það var svona starfsöryggi og varst ekki endilega að gera það sem þú elskaðir og þetta var bara að vinna. Algjörlega. Þú virðist ekki líta á sem þetta gera sem vinnu. Ekki allt sem það gerir. Nei, alls ekki. Ég held samt að það sé alveg svona hættulegur þangagangur. Já. Það skilur líka, af því að þú veist, það á alveg vera gaman, en stundum má okkur líka alveg leiðast og það má alveg vera erfitt að vinna og það má vera leiðilegt að vinna, skilur, af því að það á ekkert, lífið á ekkert bara að vera skemmtilegt, sko. Nei. Við erum einn svona ala drengin minn uppi það að, þú veist, stundum þarf okkur bara að leiðast og gera leiðilega hluti. En nei, ég er rosa heppin að geta valið mér hvað ég ger í lífinu oft og það er bara forréttindi að fá að taka þátt í svona mörgum skemmtilega verkefnum. En þú hefur búið gert fullt af leiðilegum hlutum til að komast hingað? Fullt af ég meina, ég var ræði þetta verkfræðin á með það. Jésús! En þú veist, bara, já, töluleg greining er ekki eitthvað skemmtilegt, sko. Nei. Það er stundum, sérstaklega, já, til þess að komast á einhvern stað og fá þá eitthvað frelsi, það þarf maður ofta að gera leiðilega hluti, eins og bara í fótbolta og ég hata að hitta upp en ég þarf bara að hitta upp og ætla að fara á æfingu eða að spila, skilur. Algjörlega. Og ég er bara rosalega förmbelífer á að þú uppskerði eins og sáir. Já. Þú veist, það er bara, já. Ég er svolítið samlaði. Já. Það er ekkert eitthvað quick progress næsta, já. Það er nefnilega ekki quick progress. Nei, það er ekki þannig. Og það er bara, þú veist, lagðu á þig, put in the work, skilur. Og þá myndu uppskera, sko. Fólk eru ofta að leita á svona það er allir að leita einhverjum lausnum og bara 2 vikur ári bara. Það er allir að leita því. Þessin er þetta bara, þetta venjulega stöf okkur með stegi. Það er bara þannig, sko. Já, með punta hérna fyrir hennan. Ég hef búin að skrifa eitthvað punta hérna. Já. Einhverju góðir? Já, nei, já. Bara þetta, já. Þú veist, segja á öllu og uppskera eins og sáir og svona, þú veist, þú skapa þín eigin hamingju. Já. Af því að þú veist, við fáum alveg misjöfn spil á hendi, vissulega, í lífinu. Og það er samfélagsins að hjálpa okkur með alls konar tækjum og tólum til þess að við getum svo kannski spilað út bestu mögulega hendi sem við getum spilað út með okkar spilum. Algjörlega. Skapa þau tækifæri fyrir ykkur svo við getum gert það. 100%. Hver er uppáhalds tilviljun þín og af hverju? Það er The Man in the Arena, en líka
My darling, what if I fall, but my darling, what if you fly. Mér finnst það skemmtilegt. Langar í það tattu líka. Kemur kannski hel flúrð út eftir hennar þátt. Heyrðu, ég bara kem með þér, allan á mannir að rýna. Ég kem með einhvers staðar fyrir hérna. Já, það líka sko, við erum líka víruð þannig að þegar við erum að taka ykkur ákvarðanir, þú veist, þá setjum við meiri vikt á það sem gæti farið á neikvæðu heldur en það sem gæti farið á jákvæðu. En oft þegar maður er að taka við ákvarðanir, hvað ef maður mistekst, skilur við? En hvað ef ég fucking, þú veist, neglita og hver er farsjáðan þar, sko? Já, og það er bara eitthvað sem þurfum að læra. Já, að ég held að þetta, skilur við, hamli fólki í ákvarðanir. Já, og svona, minni kynslóð eldri, og svo horfi ég samt á ungt fólk í dag og þau eru svo geggjuð, þau eru svo meðvitið og þau eru svo upplýst og þau eru svo flotta hluti. Ég svona fyllist alltaf aðdáðan þegar ég kem bara inn í framhaldsskóla og grunnskóla og þú veist, börn eru mitt bara upp á sviði, halda ræðu eða í ykkur nýsköpunarverkefni að tala með eitthvað green screen og halda ykkur fyrir, skilur, bara ég held að það sé svo magnaðar hlutir að fara að gerast með komandi kynslóðum, sko. Ég held að líka, hvað ég segi, ég var að tala daginn innan Höskuld, heitir hann, og hann talaði að hlusta miklu meira á börnin okkar, af því, mín reynsla er svo, ég fengi marga tímin í þjálfarnarsálfræðitíma að vinna með yngri börnum. Stundum er ég bara, djöfull er ég mikið að læra þér. Bara allan daginn. Hversu mikið hefur þú, vákáð ert bara alveg með þetta. Já. Og bara, þú veist, hæfileikarnir sem þau hafa, alls konar sviðum, bara eins og, þú veist, forritun og allir þessi tölvuleikja heimar og þú veist, þetta er bara eitthvað sem ég skil ekki einu svona. Þú get ekki, þú veist, eitthvað Minecraft að byggja eitthvað, þú veist, þetta er bara borgir, þú veist, þetta er bara hallir og bara heilin og mér bara næri ekki utan þetta, sko. Þannig að maður vill, og það er svona, ég hræðist það þegar maður... Ég hræðist það líka, en þú veist, svo er þið bara TikTok og YouTube og kunna allt og ég meina, strákurinn minn er bara 14 og hann var að biðja mig um að skrá sig eitthvað fjármálanámskeið, skilur, af því að þú veist, hann vil bara læra fjárfesta og ég er bara svona, ég var svo sannarlega ekki að hugsa, ég var ennþá bara sann til ég 14, skilur, þannig að, skilur, þið eru svo geggjuð. Þannig að, ég held að þessi flottir ástakar. Þessi góðir tímar framöndan. Algjörlega, og bara meðutum umhverfið okkar og hérna, þú veist, jörðin okkar og hvernig við þurfum að snúa þeirri þróun við og allt það, sko. Ætla að sé þá bara, þú veist, er það tæknin sem gerur við meðvitari, eða þú veist, hvað er það? Já, náttúrulega bara, þú veist, skólakerfið að breytast og þau, þú veist, ef hann fer með skýrdós í skólan, þá kemur hann með hann heim til flokkana. Þannig að, þú veist, það er bara svona markvist, held að sé allt ekkert neginn að vinna því að, hérna, já, þau séu ekkert neginn svona þróaðar en við. Talin sem sé 70. Við lifum, þú veist, begja megin við, sko. Já, pínu. Já, því að, þú veist, ég man þegar maður var að tengja interneti og það var ekki hægt að hringja síman á leiðinu og tók bara 5 minútur. Ok, þú manst þannig að eftir því. Já, hann er ég var... Þegar svona Já, og svo fór þetta út og þegar maður var á yrkinu. Yrkinu, já. Síðan kom MSN og MySpace og Facebook. Já. Nú er bara ekki eldra fólki á Facebook út af yngri kynslóðin er ekkert á Facebook, sko. Nei, nú eru bara allir okkur öðru. TikTok og Instagram og... Já. Og BeReal og hvað það heitir. BeReal og allt þetta. Stundum samt rosa þreytandi, stundum var bara næs að vera bara með yrkið. Já, það var alltaf einfalt. Það var einfalt, sko. En ég vona, ég ætla að halda í það að reyna að læra af tækninu og af unga fólkinu, sko. Ekki vera bara fastur á mínu. Nei, og það er alltaf sem hefur kannski, og þú veist, var komið upp í COVID-inu, bara eldra fólk kannski kunni bara ekki að nota iPad sin til að hringja í fjölskyldunar og var bara, þú veist, fólk sem var kannski á öldrunarheimilum og misti bara kontakt við alla því að það var bara ekki komið með tæknina. Þannig já, ég held að þurfum að passa mikið upp á að við fylgjum. Algjörlega, ég meina ég átti að hafa sem, ég las svo mikið. Síðan var að komið það, lélega Sjón, að hann, gat bara að lesa dagblaðið á dag og ekki meira. En hann bara beið allan daginn og var ekki að gera neitt, skilur, þannig að. Og ég var alltaf að segja hann, það er komið svona, forrit sem getur sett í og hlusta á bækur. En það var bara ekki, nei. Og auðvitað er það aftur í eðli okkar hræðast nýjungar og ég er alveg þar líka, skilur, bara leið og bara sko Instagram-featursar breytast, þá er ég bara, er like-takking komið þarna, komið eitthvað nýtt þarna og mér finnst bara óþægilegt, skilur, er Instagram bara svart, eða skilur, en svo það tekur bara svona, þú veist, þetta er eitthvað vika sem fer í þetta, þá er þetta bara orðið nýja normið þitt. Þannig já, ég held svona, sem læra það, maður er eitthvað, þú veist, þarf að vera óhræddari við að taka þessum breytingum og bara læra á þetta. Algjörlega. 100%. Það kannst allir við það, bara óþægilegt þegar Facebook breytir lúk, sko. Er þetta grínast? Já, það er bara mjög óþægilegt. Já, bara af hverju voru aðeins nýju featursar og
fólk bara óttast breytingar. Það bara þannig. Ekki bara við sjálf, heldur við óttast breytingar í öðrum líka. Já, algjörlega. Þess vegna eru alltaf bara, hvað er þú að breyta þér? Algjörlega, já. Þú að fara eitthvað nýtt starf. Já, bara, ég það bara í mínu. Já, nákvæmlega. Það bara þannig. Þú ert þekkt fyrir að rugga bátnum og þetta er alltaf skemmtileg spurning sem ég meina. Ímyndaði þér að var ekki hægt að dæma þig og þú getur svo frá einni skoðun sem gæti þig túlkuð sem óvinsæl öðrum. Hver var þessu óvinsæl skoðun? Mest koktelsósa ekki góð. Koktelsósa ekki góð? Nei. Og öllum íslendingum finnst koktelsósa góða. Hvaða sósu finnurðu með það? Tómatsósu. Bara tómatsósu? Já. Nei, ég veit það ekki. Ég skal segja þér hver þessi óvinsæla skoðun er. Ok. Það eru mjög fáir sem verða skemmtilegir með áfengi. Það verði afhauðs Það eru mjög fáir sem verða skemmtilegir með áfengi. Ég hef ekki ennþá hitt á mannesku. Ok. En já, ég tek þetta á mig. Það er bara þannig. Já? Drekkur þú? Nei, ég gera það ekki sko. Nei. Ég segi það ekki ef ég er ekstra Spáni í 100 gráða hita. Ég leyfi mér alveg einn kokteil kannski á ströndinni sko. Já. En nei, ég drakk ekki, ég hætti að drakka, ég byrjaði aldrei að drakka, en ég hætti að drakka þegar ég var 17 ára, prófaði það í eitthvað 2-3 skipti hana og veikist mamma og mér fannst það bara einhvern veginn svona ekki passa tilfinningunum mínum þá að vera að díla við sorg og drakka onni það og þurfti að svara einhvern veginn spurning, fólk opna sem mikið á fyllir í oft þegar það kom í glas og fannst erfitt að svara í þannig þegar ég var líka í glasi, þannig að ég hætti þá og hef svo bara einhvern veginn ekki þurft að síðan sko. Nei. Ég er alveg típan sem dansi upp á borðum og labba síðist út sko, en svo labba ég bara út í bíl og vakna hress. Já. Hvað er það þá við fulla fólkið sem ég er alltaf í mjög fínum skóm, ég þoli ekki þegar ég fer hella skóna mína og svona íta og tróðast og svona þetta trúnó sem fólk dettur á einhvern veginn alltaf að þú veist svona segja mann einhverjar skoðanir og svona þetta er rand, skilur, minnst það bara leðilegt. Það er rand, já. Minnst fólk bara, minnst sjaldan að gera persónuleika en meira heillandi ef vera drukkinn, sko. Já. Þú veist, ég er ekki tala um 1-2 glös, ég er bara tala um svona, þú veist, fyllir, já, ég minna það eru sárafáðir sem held ég. Sem sé eitthvað meira sjálfnændi þannig, sko. Já, ég held það. Já. Þetta er mín óvinsæla skoðun, sko. Já, nú er þú bara cancelled. Nú er ég bara cancelled. Nú er ég bara búinn. Takk hérlega fyrir spyrjað. Það er bara þann. Já. Nei, ég held að þetta sé alveg mikið til í þessu, sko. Og líka bara ef þú ert með einhverja skoðun að allar opna það eitthvað svona, gerða það bara við mig. Já. Þau erum bara... Já. Ég hátta þess mat. Já, nákvæmlega. Ég er hérna, en ekki bara þau erum. Já. Ég lendi mjög mikið í því, sko, að fólk komi til mín á einhver staðar sem ég er í partíð og það fyrir að opna sig af því að það veit að sérstaklega með áfengi. Okay. En ég hef oft breyst bara í sálfræðing bara staðan. Já, og þá bara, ég hef bara að læra að setja mörk þar, sko. Já, og þannig að það læra það. Já. Þannig að ég tengi alveg við hvað þetta að segja og þá langar mér bara til að henda Batman-sprengju og hverfa, sko. Bara og oft bara hlutir sagðir sem að fólk ætlaði ekki endilega að segja, sko. Nei. Þú veist, svona, það losar eitthvað svona málbein. Já, það er svona raukhugsun fer basically, sko. Verður meira fylgtislaus. Yes. En það að segja, þá finnst mér þetta oft kannski þegar getur verið stundum gott kannski ef svo 1-2 skilur í partíi. Já, bara eitthvað svona til að losa með eitthvað svona icebreaker. Já, eitthvað þannig, sko. Ég skil það alveg, sko. Já. Algjörlega. En ég skil hvaðan þú varst að koma. Já, það er mörg. Já. Heyrðu, nú erum við komin að síðan spurningum, Miriam. Oh my god. Ef þú mættir einhvers koma einu skilaboð og framfara út lífið til annar einslega, hver var þessu skilaboð? Að standa með sjálfur þér. Það er engin annar að standa með þér nema þú. Og bara, þú veist, go for it. Bara, einhvern veginn já. Bara, þú veist, segðu já og skapaði þín tækifæri. Því að, þú veist, þau koma svo sannarlega ekki á færibandi, sko. Nei, maður sækist eftir þeim. Stökkva að þau. Og bara svona, já, starta upp fyrir því sem þú trúir á. Því að, þú veist, svo er fullt fólki sem hefur ekki kjarkinn til þess og það var oft gott að geta verið svo manneskja sem bara svona þorir að standa upp og segja eitthvað, sko. Standa með sjálfur sér. Þá því sem þú trúir á. Já. Já, ég held að það sé svona það sem ég vil allavega svona skilja eftir mig á þess að ég er þau. Og ég voni ég hafa kent alla barninu mínu.
að standa upp fyrir því sem þú hefur trú á. Já. Og minnumáttar og bara svona, já. Algjörlega. Ég held líka bara að þú stendur ekki upp fyrir því, þá hugsalega ferð að haga lífinu út frá einhverjum öðrum. Algjörlega. Að gera eitthvað sem ekki sem hlutverkið þitt er. Já. Það sem þú átt að gera, basically. Algjörlega. Ég held að það sé erfiðara leið en meiri velun. Bara 100%. 100%. Og við þurfum svolítið alltaf bara svona, ég veist, eins og við erum bara að tala bara, þú veist, varandi alla þessa MeToo-bylgju og bara, þú veist, það er alltaf einn hugur okkur þá að vera í klefanum sem segir, hei, ég er ekki til að tala svona um konur, eða ég er ekki til, skilur þú veist, það er erfitt að vera sem manneskja, en það að vera fylginn sjálfur sér er samt ótrúlega fallegt og ég held að sé in the end mjög svona gefandi. Algjörlega sammála því. Erum við búin að fara eitthvað bæta við þetta? Breytt? Já. Nei, ég held ekki. Ég held að sem bara búin að fara svona yfirlest. Ertu búin að aflæra þessi hundlegilegur þurr? Já, okay. Búin að, bara mjög skemmtilegur. Og borðar ekki morgumat. Þannig já. Það var svona á punkturinn yfir yfir. Já, nei, ég held alls ekki að vera leiður. Nei, algjörlega, Brynja bara þakka þér kærlega fyrir að gefa tíma til að koma og spjalla. Takk fyrir mig. Gaman að fá þig og gangi vel í þinni baráttunni í framhaldinu. Takk fyrir það. Þetta er svo Takk ótrúlega hérlega. mikilvægt. Legðu þitt að mörgum